Velkomin á kynningu raunfærnimat. Í þessari kynningu ætlum við að fara yfir hvað raunfærnimat hvernig ferlið í raunfærnimati, inntökuskilyrði og hver eru næstu skref fyrir áhugasama að halda áfram. Og raunfærnimat leið til að meta þá þekkingu og færni sem einstaklingar hafa öðlast í gegnum starf sitt, skóla, námskeið og frítíma. Og þeir sem að koma í raunfærnimat hjá okkur hafa öðlast flestir reynslu í gegnum starf. Það kemur mesta þekkingin. Einhverjir hafi nám í skóla eða tekið eitthvað á námskeiðum og síðan eru margir sem eru líka að sinna eitthvað úr starfinu sinni í frítíma. Nú tilgangur raunfærnimats að gera þekkingu og hæfni sýnilega með því að meta hana á áreiðanlegan hátt. Og þetta ekki afsláttur af kröfum hæfni og þekkingu í námi. Raunfærnimat miðar að því að meta reynslu sem einstaklingur hefur í sinni iðngrein og finna hvar viðkomandi staddur í námi samkvæmt námskrá. Við metum alltaf í raunfærnimati út frá gildandi námskrá í hverri grein fyrir sig og styðjumst því alltaf við áfangalýsingar úr námskrá þegar við erum að meta. Nú þetta mikil hvatning fyrir einstaklinga til að ljúka námi og við leggjum áherslu á raunfærnimati möguleg stytting á námi og í flestum tilfellum hefur það nú verið nokkuð góð stytting fyrir flesta sem fari gegnum raunfærnimati hjá okkur. Inntökuskilyrði í raunfærnimat að hafa náð 23 ára aldri og hafa 3 ára starfsreynslu í viðkomandi iðngrein. Og það þarf að staðfesta starfsreynsluna með opinberum gögnum, annarkvort lífeyrissjóðsyfirliti eða skattframtali og það þarf að koma fram hver að greiða laun, hvaða fyrirtæki að greiða einstaklingum launin. Í raunfærnimati við eingöngu að meta faggreinar en ekki almenna greinar eins og íslensku, stærðfræði og dönsku. Það þurfa allir að taka í skóla til þess að uppfylla námskrá viðkomandi fags. Margir eru nú þegar búnir með þessar greinar og þá þeim bara lokið. En þeir sem hafa ekki lokið þeim þurfa að taka þar í skóla. Allir sem skrá sig í raunfærnimati byrja á því að fara í viðtal til náms- og starfsráðgjafa og þá langt best að koma með gögnin með sér, þar segja lífeyrissjóðsyfirlit sem að staðfesti vinnutíman í greininni og jafnvel annað sem viðkomandi vill leggja fram eða hefur sótt námskeið eða annað slíkt sem það vill leggja fram. Í flestum tilfellum eigum við að geta séð í innunni námsferla ef viðkomandi hefur tekið eitthvað annað nám eða hafið nám í sömu grein að þá ættum við að geta sjá námsferla inn í innunni sem skráningakerfi framhaldsskólana. Þannig að það þarf yfirleitt ekki að mæta með námsferla. Þeir sem búsettir á landsbyggðinni en vilja fara í raunfærnimati í iðngrein, þeir geta í flestum tilfellum leita til símenntunarmiðstöðva á sínu svæði og unnið þar undirbúningsvinnu með ráðgjöfuna sem starfandi þar. Nú raunfærnimat ákveðið ferli þar sem að við byrjum hverja önn með því að halda kynningafund sem í raun og veru þessi fundur sem hér á þessar upptöku og þar erum við að veita allar þessar almennu upplýsingar. Eftir svona kynningafund þá fer fólk að safna þessum gögnum sem þarf að hafa sem eins og ég sagði áðan lífeyrissjóðsyfirlit og önnur gögn sem viðkomandi vill leggja fram og síðan viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa þar sem að búið að safna þessu gögnum og þá kemur sá sem að vill taka þátt með gögnin sín til náms- og starfsráðgjafa og í því viðtali þá förum við yfir gögnin, við skoðum hvort að viðkomandi uppfyllir inntökuskilyrðin og við förum svona yfir fyrra nám og svo framvegis. Og sýnum svona meira út á hvað þetta gengur allt saman. Nú eftir viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa ef að viðkomandi uppfyllir inntökuskilyrðin þá næsta skref að útbúa færnimöppu
Færnimöppan samastendur af annars vegar ferilskrá og hins vegar sjálfsmatslistum og það þarf að fylla það út og hér erum við með sýnisorn á ferilskrá þar sem að sett inn bæði starfsreynsla, vinnustaður og tímabil, svona sirka tímabili sem hefur verið unnið á hverjum stað og lýsing á verkþáttum. Og þá erum við að tala að fólk sitji svona niður, svona helstu verkþætti innan starfsins sem það hefur verið að sinna, þarf ekki að fara í hvert einasta verk sem það hefur tekið þátt í, heldur bara svona helstu verkþætti sem það hefur verið að sinna í starfinu. Nú einnig inn í ferilskránni líka fyllt út nám, ef viðkomandi hefur tekið nám og þar situr viðkomandi allt nám sem hann hefur tekið, hvort sem að það eru úr greininni eða einhvers staðar annars staðar og síðan eru sjálfsmatslistar í ferilmöppunni líka og þar erum við búin að taka allar faggreinar í viðkomandi fagi, búin að setja það upp í þessa sjálfsmatslista og þar búið að búta niður bara hvert fag fyrir sig, hvað viðkomandi þarf að kunna innan fagsins eða hvað kennt innan fagsins. Þarna metur viðkomandi sig á bilinu 1 upp í 4, þar sem 1 lítil þekking og 4 mikil þekking, 2 og 3 síðan þar á milli og ef viðkomandi að meta sig nokkuð vel og telur sig kunna þetta, svona frá bilinu 2 upp í 4, að þá það til að tala það í matssamtali þar sem að matsaðilar eru að fara yfir og spurja út úr viðkomandi hvernig þeir gerir hlutina og svo framvegis. Þar sem verið svona að kanna hvar og hversu mikil færnin per áfanga. Nú ef viðkomandi metur sig þannig að hann kannski með litla þekkingu í áfanganum, þá það áfangi sem í flestu tilfellum þarf að taka í skólanum. Þetta sem þið sjáið hér sýnisorn af áfanga sem kendur í bygging- og mannvirkjagreinum. Þannig að þið sjáu svona hvernig þessi sjálfsmatslistar eru settir upp en þeir eru sjálfsögðu aðlagðir fyrir hvert fag fyrir sig. Nú þegar búið að fylla þetta hvort tveggja út, að þá komið að næsta skrefi í ferlinu sem matsviðtal. Matsviðtalið fer þannig fram að þá hittir þáttakandi matsaðila sem eru annarkvort kennarar úr greininni, þeir eru menntaðir í greinina sjálfsögðu, þeir getur líka verið meistarar og vinna út á vettvangi, en þeir þurfa að þekkja námskrána þannig að þeir getur verið að fara yfir með viðkomandi og kanna svona hvar þekking þáttagatans liggur. Ef að viðkomandi telur að hann þekki áfangan svona það bil helminginn af honum, það þarf ekki geta svarað öllu alveg 100%, heldur við að tala að það þurfa að þekkja svona það bil helminginn af áfangan, svona aðalatriðin, að þá áfangin metin inn í skólan. Þá þarf viðkomandi ekki að taka hann í skólan. Nú ef viðkomandi þekkir áfangan lítið, að þá það eitthvað sem að þarf að taka í skóla. Nú eftir matsviðtalið þá eru settar fram svona bráðabirgðaniðurstöður þannig að þáttakandi fær að vita svona sirka hvaðan að fá metið og síðan settar niðurstöður matsins inn í innu sem skráningarkerfi framhaldsskólana eins og ég sagði áðan og síðan farið yfir næstu skref, hvar hægt að læra námið og svo framvegis. Þannig að þetta svona ferlið í matinu og yfirleitt erum við með verkefni sem að taka bara svona nokkurn veginn yfir önnina, að byrja bara í byrjun annarnum með kynningafundinum og síðan fer þessi vinna fram jafnt og þétt yfir önnina og síðan útskrift í lokin úr raunfærnimatinu sem í lok annarinn þannig að viðkomandi geti síðan skráð sig inn í skólan eftir að viðkomandi fær niðurstöðunar. Nú fyrir matsviðtalið að þá þarf færnimappan að vera tilbúin, það þarf að vera búin að vinna hann á öllu leyti
Matsviðtalið fer fram yfirleitt á vinnutíma, svolítið mismunandi milli greina hversu langan tíma það tekur, getur verið frá 2 klukkutímum og upp í 3, jafnvel 4. Og þetta í raun og veru samtal á milli fagaðila og þátttakenda. Yfirleitt ekki verið að láta fólk gera neitt verklegt, það í einstaka greinum. Í flestum greinum þetta þannig, þetta samtal og jafnvel fólk látið teikna ef að það auðveldara fyrir þátttakanda að sýna þannig, það hægt að taka með sér myndir ef að fólk vil sýna hvað það hefur verið að gera og svo framvegis. Kostnaður í raunfærnimatinu, það þannig að markhópur raunfærnimats fólk sem að hefur ekki lokið námi úr framhaldsskóla. Og þeir greiða ekkert fyrir raunfærnimatið. Þeir sem ekki hafa lokið námi úr framhaldsskóla greiða ekkert fyrir raunfærnimatið. Kostnaður fyrir þátttakendur sem með menntun, annarkvort stúdentspróf, sveinspróf eða sambærilega menntun, þeir þurfa að greiða fyrir raunfærnimatið og þar notumstu við verðskrá fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Þeir sem greiða endurmenntunargjald til iðunar, þeir greiða lægra gjald fyrir raunfærnimatið, en þeir sem að greiða ekki endurmenntunargjald til iðunar, þeir geta sótt í flestum tilfellum fræðslustyrk til stéttarfélaga síns og það mismunandi eftir félagi hversu mikið endurgreitt. Nú, allar nánari upplýsingar varðandi kostnaðinn veitum við náms- og starfsráðgjafarnir hérna hjá iðunni. Nú, næstu skref fyrir þá sem áhugasamir að fara að safna gögnum. Það lífeyrissjóðsyfirlitið, námssamningar, ef viðkomandi hefur verið á námssamningi í sinni grein, þá þeir námssamningar sem voru teknir eftir árið 2000 í flestum tilfellum til hérna hjá okkur í iðunni. Aðrir námssamningar geymdir í menntamálaráðuneytinu. En það ekki skylda að hafa verið búin að vera á námssamningi til þess að koma í raunfærnimatið. Og ef þið hafið einhverja staðfestingu á þáttöku á námskeiðum eitthvað slíkt að þá útvega það líka eða koma með það líka. Síðan að panta sér viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa, annarkvort hérna hjá iðunni eða hjá viðkomandi símenntunarmiðstöðvum á landsbyggðinni. Nú, eftir viðtalið, ef við förum aðeins yfir þetta, eftir viðtalið á náms- og starfsráðgjafa þá unnið í færnimöppu, síðan matsviðtalið, síðan það niðurstöðnar úr raunfærnimatinu og síðan tekur við skóli og eða vinnustaðanám. Í flestum tilfellum skóli, það enginn sem klárar raunfærnimat sem fer beint og klárar sveinsprófið. Það þarf alltaf að fara eitthvað í skólan eftir raunfærnimatið. Nú, þetta þær greinar sem hafa verið metnar hingað til í raunfærnimati og það svolítið mismunandi hvenær við bjóðum upp á hverja grein. Við reynum að taka hvert fag allavega einu svona ári eða hverja grein allavega einu svona ári og þær sem svona fámennari greinar sem við náum ekki að safna í hópa, við erum að taka þá svona yfirleitt jafnóðum bara mjög fljótlega eftir að óskum það berst. Að lokum hvet ég ykkur til að horfa á myndband raunfærnimat, það sem sýnir svolítið meira og myndrænna kannski út á hvað raunfærnimati gengur. Það stutt myndband sem ekki nema kannski 3 mínútur eitthvað svoleiðis og þar að koma fram þáttakendur sem hafa verið að taka þátt í þessu hérna hjá okkur í raunfærnimatinu. Þannig að það bara mjög sniðugt að gefa sér 3 mínútur til að horfa á það myndband. Nú, annars bara þakka ég fyrir og ef ykkur vantar einhverja frekar upplýsingar þá bara endilega hafa samband við Iðunnar fræðslusetur. Þar náms- og starfsráðgjafar sem veita allar frekar upplýsingar. Einnig hægt að senda tölvupóst á ráðgjöf@idan.is. Takk fyrir.